Það svolítið stórleikur á morgun, svona hvernig bara tilfinningin? Herru, hún bara góð. Vissulega ekki úrslitin sem við vildum í fyrirleiknum en það bara hálfleikur og við höfum heila 90 mínútur að spila seinni hálfleikinn, þannig að það nóg eftir og við erum bara vel undirbúnir. Við sáum dálítið svona, það var kannski erfitt að undirbúa sig fyrir hvernig þeir ætluðu að spila. Það voru þjálfaraskipti og deildin ekki byrjuð, þannig að við vorum til að rýna í æfingarleikina og fengum nú myndatöku af því en núna fengum við svona skýrari mynda hvernig þeir spila og við erum bara vel undirbúnir og bjartsýnir fyrir verkefni. Hvernig ætli komin í leikinn á morgun? Hvernig ætli að skeiða þá? Bara á fullum krafti. Við svo sem gameplanið virkaði vel í síðasta leik, svona allan í fyrri hálfleiknum og það var dálítið okkur að kenna hvernig seinni hálfleikurinn spilaði, þannig að við þurfum bara svona svipa gameplan, skerpa á einsum hlutum og gera bara gera betur en við gerum úti. Hvernig svona býstu við þeim á morgun? Býstu við þeim erfiðum og svona hægja á þessu vel? Já, við erum alveg undirbúnir fyrir það og þess vegna þurfum við bara þegar við náum kontróluleikinn og náum að halda í boltan, þá þurfum við að passa vel boltan og sleppa svona tæknifeilum og klaufamistökum og því að það mun kosta sinn tíma því að öllum líkjendum munu þeir inn að tefja ef ég þekki þessi lið og við höfum spilað á móti þeim áður, þannig að við vitum svona hvernig þeir eru. Þeir leiðast ekki að láta henda sér og tefja og reyna að fara í svona inn í hausina á okkur og við erum undirbúnir fyrir það og við megum ekki að láta það trufla okkur við það sem við ætlum að gera. Og viljum ekki að vandræðin halda áfram í stúkunni eins og var á móti Val í fyrra eða eitthvað? Nei, það alls ekki. Það náttúrulega ekki það náttúrulega það sem enginn vill að vera einhver vandræði og leiðandi upp í stúku. Þannig að ég veit að Víkingsstuðningsmennirnir munu að haga sér vel og ég vona að Stebbi Halldórs og þeir í gæslunni, gömlukallarnir, ég fullviss að þeir nái að kontróla það vel, þannig að ég svo sem engar á að gera því. Hvernig staðan svona á millileikmönnum þá Daða kannski helst? Það svona, dálítið í hann ennþá. Hann var að fá út myndatökum og það svona, það alveg, gæti verið 3 til 4 vikur í hann ennþá. Þannig að við þurfum bara að bíða rólegir eftir honum að hann komi tilbaka. En annars eru allir þannig fitt, þeir sem náttúrulega nema þeir sem eru meiddir. Takk hérlega, Sölvi.